Já, komið sæl. Eins og við sjáum þá ég ekki Jóhann Þórsson, hann erlendis. Þannig ég ætla svona að flytja þetta erindi fyrir hann. Hann á svona mest í því og meðal annars flestar ljósmyndirnar. Ég ætla að fara aðeins svona kannski meira niður á jörðina og horfa svolítið á landheilsuna og skoða sem sagt hvað fok í kjölfar eldgosa, hvað áhrif það getur haft. Eyjafjallajökulsgosið, það gaf okkur náttúrulega mjög gott tækifæri til að fylgjast með hvaða áhrif öskufall hefur og við getum lært mjög mikið af þessu því að væntanlega þetta gosið sýnir okkur svona hliðstæðar aðstæður eins og hafa oft gerst í svona svipuðum gosum í gegnum tíðina og það má kannski skipta svona áhrifum gos í tvennt og það eru annars vegar skammtíma áhrifin og það er það í rauninni hvað er að gerast og meðan gosið stendur þá fer það náttúrulega eftir í hversu stórt gosið er, hvað hún dreifist yfir stórt svæði og hvað hún verður þykk og síðan eru svo langtíma áhrifin og það sem að hefjast kannski eftir að gosinu er lokið og þau felast meðal annars í dreifingu efnanna, gosefnanna. Nú í skammtíma áhrifin þá er það náttúrulega fína efnið sem fellur fyrst á landið og það veldur út af fyrir sig ekki miklum skemmdum svona í byrjun en svo ef það verður náttúrulega það fer eftir öskuþykktinni og þá getur það farið að kæfa gróður og hafa meira áhrif og þetta fína efni fýkur svo smá saman í burtu og hefur meðal annars þessi áhrif á loftgæðin sem hefur verið fjallað og verður talað meira á eftir. En eftir að þessum svona fyrsta kafla þessu skammtíma áhrifin líkur þá taka við þessi langtíma áhrif þegar grófa efni situr eftir og það fer svo að fjúka til líka og það getur líka borist með vatni og þá verða bæði svona staðbundnar skemmdir til dæmis það sem að efni safnast og kæfir gróðin og síðan geta líka verið svona skemmdir vegna endurdreifingar öskunar og þær geta náði við miklu stærri svæði. Hérna er ein mynd frá Skógaheiði sem er tekin seint á gostímanum. Ég ætla að fjalla svona þessi áhrif eftir Eyjafjallagosið. Við vorum með rannsóknir hjá Langrastunni í samstarfi við Landbúnaðarháskólann. Vorum með svona að rannsaka fokið þarna uppi og þessi mynd er svona dæmigerð fyrir hvernig svæðið þarna upp á Skógaheiði leit út í upphafi eftir að askan hafi fallið. Þá sá svona valla á dökkan díl, það var aska yfir öllu en það svona ef að vel er gáð þá glittir sumstaðar í eitthvað grænt undir. Og þessi mynd er líka tekin upp á, tekin 14. maí og þetta breyttist býsna hratt. Þessi seinni mynd er frá 9. júlí á sama svæði og þá er mjög mikið af þessu efni fokið í burtu. Og svona það bil mánuði eftir að gosinu lauk, þá voru gosefnin farin að skolast og fjúka mikið til. Þá var farið að sjá víða í grænan gróður. Og þessi tilflutningur á efnis hann svona markar upphaf þessa langtíma áhrifa og stafar af endurdreifingu öskunar með vatni og vindi og það má segja að þessi áhrif eru til staðar svo lengi sem einhver aska er á svæðinu þannig að það getur náttúrulega verið löngu seinna. Og það er sem sagt svona askan fýkur til, safnast í lægðir og skolast svo burt með vatni og fýkur svo áfram líka með vindum. Þessi tilflutningur á öskunni hann hefur mjög skaðleg áhrif á gróður og jarðveg. Bæði þá er mjög mikil svörfunarmáttur þegar efnið flyst með vatni og vindi og einnig hefur uppsöfnun gosefnina getur náttúrulega kæft gróður eins og sést í þessu tilfelli. Þá er gróðurinn svona hálf dauður í lægðunum þar sem hefur safnast þykk gosaska
og svo hérna mynd sem tekin í rauninni 2 árum eftir gos og þá aðeins farin að sjá þessi langtíma áhrif, svona dæmi hvernig þau geta verið og þarna má sjá áhrif vatnsrofs sem eru farin að koma í ljós. Þetta sem sagt svona farvegur hann upp á Skógarheiðinni, þessi farvegur eða þessi lægð var alveg gróin en þarna hefur leysingavatn og bara vatn í miklu rigningum, það getur orðið mikla rigningar þarna og þá hefur vatn flutt með sér öskuna sem sverfur gróðurinn og það víða farið að það sést þarna að gróðurinn dauður sums staðar og farið að skína aðeins í jarðveginn og náttúrulega ef þetta heldur áfram þá verður ennþá meira jarðvegsrof þarna og fer að fjúka og þá náttúrulega kemur líka aukin fín efni úr jarðveginu. Þessi rofferlar sem eru í þessu langtíma áhrifum, þeir má kannski svona segja þessi tvennskonar, það er annars vegar svona hægir ferlar eins og til dæmis vatnsrofið sem við vorum að sjá dæmi áðan. Það gerist svona hægt og sígandi og gerist kannski hægt fyrst en svo eftir því sem að gróðurhulan veikist þá náttúrulega verða áhrifin hraðari og svo eru svona hraðari ferlar, meira svona intens ferlar eins og vindrof og á þessum myndum sjást þetta er sama þúfan af lambagrassi, tekið með 1 árs millibili og þarna sést vel hvaða áhrif vindurinn að hafa og sandfóki, það sést aska, þetta í rauninni aska sem í kringum þetta og sverfur allan gróðurinn og svo bara hjarir þetta svona skjólmegin. Þarna uppi eru ríkjandi svona norðaustlægar áttir. Og vindrofið, það getur náttúrulega orðið ógnvænlegt þegar það mikið. Anna-María var að tala hérna stóran storm sem hún mældi á Landeyjasandi. En eins og ég sagði þá vorum við þarna með rannsóknir á foki í kjölfar gossins og við mældum þarna, við vorum með svona sandgildur þar sem við erum í rauninni þá að mæla svolítið þetta grófara efni, ekki fínasta efni sem að fíkur hátt í loft, heldur þetta grófara efni. Og þetta var stormur sem við mældum 14. til 15. september 2010 og þetta sem sagt einn mesti sandstormur sem við vitum til að hafi verið mældur, ekki bara á Íslandi heldur bara á jörðinni og þarna var náttúrulega nóg af fokefnum og efni sem fauk til það nemur það bil 12 tonnum og meter. Þannig að ef þið hugsið ykkur sem sagt svona metersbreiða línu, þetta hugsið þetta eins og glugga, metersbreiða línu og svona 1,20 á hæð og voru 12 tonn að fjúka í gegnum þennan litla glugga í þessum stormi. Og svona meðan mesti vindhraðin var, það var svona 8 klukkutíma, að þá hefur verið að fjúka það bil 1 tonn á klukkustund. Þannig að þetta er gífurlegur flutningur af efni og sem hefur náttúrulega mjög mikið áhrif á gróður. Og það mátti líka glöggt sjá afleiðingar á þessum stormi. Þessi mynd er tekin nokkru dögum eftir storminn og þá sést að það hefur mikið magn af efni safnast í lægðir og voru alveg þykkir skaflar en í millitíðinni frá því að stormurinn var og þá þessi mynd er tekin þá gerði líka alveg gífurlegt vatnsveður og það er mjög mikið efni líka skólast til, skólast í burtu. Þannig að þetta er bæði vatns- og vindrof sem maður sér á þessari mynd. Og svona einstakir atburðir, þeir geta valdið geysilega miklu staðbundnu rofi og svo náttúrulega hafa líka áhrif langt út fyrir svæðin. Þetta náttúrulega geta þróast og yfir í miklu meiri jarðvegseyðingu. Og fyrsta veturinn eftir gosið þá var líka mjög mikla skemmtir á gróðri þarna upp á heiðinni. Það var svo sem á þessu svæði ekki mikil gróðurhula en það voru svona dæmi það að 75% af þeim gróðri sem hann var skemmtur eða sem sagt, hafði rofist í burtu í kjölfar öskufóksins, þannig fyrsta vetur. En sem betur fer þá eigum við náttúrulega mjög harðgerðan gróður hérna á Íslandi sem hefur aðlagast þessum
aðstæðum og þolir ýmsar hamfarir og það er rauninni gróðurinn sem skiptir mjög miklu máli til að fyrirbyggja skaða. Það má segja að það er alveg eins með landið eins og með okkur að eftir því sem að heilsan er betri því betur þolir að taka við áföllum og gróður sem sagt bindur öskuna og hindrar að hún fjúki til og bara því þrótt meiri sem gróðurinn er og því hraustara landið sem er þess meiri er möguleiki þess að standa á móti svona hnignunara áhrifum sem að verða í kjölfar eins og svona eldgosa. Þannig að þetta eldgosana á Skógaheiðinni var alveg, Eyjafjallajökli, þetta dæmi þarna Skógaheiðinni er alveg svona skólabókardæmi sem maður sér svona hvernig hlutirnir hafa þróast hér á landi gegnum tíðina. Þannig að svona fyrirbyggjandi starf að efla gróðurinn á svæðum í kringum eldfjöllin að það er mjög mikilvægt að bæta sem sagt landheilsuna. Þá þakka ég fyrir.